Já, Óli, 3-2 sigur, þið komist í 3-0 hérna á einhverju 6-7 mínútna kafla í fyrri hálfleik og maður held að það væri að gera út úr leikinn en svo er þetta óþarflega spennandi í lokin. Hvað gerist hérna síðasta korter í leiknum? Ýmislegt sem fer úrskeiðis kannski bara í spilamennskunni hjá okkur. Höldum illa í boltann og langt á milli manna að verjast og kannski bara pínu óþrosku frammistaða hjá okkur síðustu 15 mínúturnar leiknum. Náum með lítið að halda í boltan og kannski gefa hann svolítið fullvelda frá okkur. Duttu og neðarlega á völlin síðasta korter ætluðu að halda þessu og kannski slepptu því að gera sem voru að gera vel í fyrri hálfleik að spila boltanum á milli ykkar? Já, við vorum hræddari við að tryggja boltan og senda á menn sem voru með menn í bakinu sem við gerðum vel í fyrri hálfleik en við vorum hættir að þóra því og þá svolítið datt boltinn úr sig hjá okkur. Ómar með 2 mörk í dag, hver er staðan? Heldur hann sé að fara halda áfram með okkur næsta tímabili? Hvernig ganga þær viðræður? Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd það. Það er bara alfarið stjórnin sem fara að vinna og grúska í þessum leikmannamálum. Ég hef bara ekkert að segja og ég vil gjarnan halda honum. Jafnið þrótt að stigum, bæði liði verða í lengjudildinni næsta ári. Hvernig meturðu sísonið núna þegar það er ljóst að þið verðið bara áfram í deildinni? Það er svo sem eiginlega verið vita fyrir leik. Já. Ég horfði tilbaka á tímabilið, það er náttúrulega ekki búið, við höfum eftir stóra leikamót IBVF og það er allt undir hjá þeim, þannig að við fáum alveg leik í lokin. Annars er þetta bara búið að vera mjög góður framgangur í þessu hjá okkur. Við erum ekki búin að tapa núna, 6 fótboltaleikir í röð held ég, þannig að þetta er klárlega skref upp á við hjá okkur og við erum að bæta okkur og taka skref fram á við. Kannski ýmislegt sem við þurfum að laga eftir daginn í dag. Það hefur verið stingandi í þessu, þannig að þú hlýtur að líta björtum augum til næsta sísons. Já, ég er bara mjög spenntur fyrir að vinna með þessum hópum. Þetta er flottur hópur og ef við höldum öllum leikmönnunum í hópnum þá er bara veturinn og næsta síson spennandi. Takk hjá Óli, gangi vel.